Veiðar Íslendinga í Smugunni, svokölluðu í Barentshafi, hafa vakið harkaleg viðbrögð Norðmanna, en þeir segja þorskinn sem þar að finna vera úr hinum sameiginlega norsk-rússneska þorskstofni og að í Smugunni séu uppeldisstöðvar þorsksins. Nú, hingað til að ræða þetta mál og önnur lúta að samskiptum þjóðanna tveggja, höfum við fengið aðstoðar sjávarútvegsráðherra Noregs, Ole Normansen. Velkomin, Ole. Takk fyrir. Ole, þið eruð ekki alls kostar ánægðir með veiðar Íslendinga í Smugunni? Nei, við erum kjempebúlir út í Íslendingarna í þessa sjóræningastarfsemi. Sjóræningastarfsemi, segir ég. Við höfum átt gott samstarf við frændur okkar Íslendinga í gegnum tíðina, en nú Íslendingar að æra saman við þjóðana og þorskstofninn í hættu. Ertu að segja að við Íslendingar séum að eyðileggja þorskstofninn í Barentshafi? Já. Með því að veiða í Smugunni? Já. Á alþjóðlegu hafsvæði utan ykkar fiskveiðilögsögu? Já, nei, þetta ekki uppfyrir okkar fiskveiðilögsögu. Þetta meir en 200 sjómílar frá landi, Ole. Við ægum Smuguna til vittlausi íslenski útvarpshólfviti. Ole, fyrirgefðu. Málið að þið eruð að banna okkur veiðar á alþjóðlegu hafsvæði. En þorskstofninn sem Ole, þessar veiðar koma til með að reka flein í samskipti þjóðanna, segirum. Tvímælalaust, Íslendingar ætla að koma fram eins og þeir gera, eins og barbarar og samúræjar með massa græjar, þá hvað? Beitið okkur viðskiptaþvingunum eða hvað? Já. Og hvað? Getum við þá ekki keypt Mills kavíar út í búð? Nei. Æ. Og það þá væntanlega borin vonað við getum keypt nýja geisladiskinn með hljómsveitinni The Boys. Já. Æ. Við verðum bara að læra að lifa með því einhvern veginn. Þú skalt ekki gera grín af því. Þær eru íslenskir. Jú. Hversun heldur þau séu landflótta? Þið eru svo vinsælir hérlendis. Þú skalt ekki koma með svona svíverðingar útvarpsasni. Ole! Slæðu mig nægir á yngi! Skalt ekki gera grín af norskri tónlist. Það sem Íslendingar hafa aldrei komist með törnar það sem norðmenn hafa að heyra. Ekki, ég veit ekki betur en að sykurmólarnir hafi verið álíka vinsælir og AHA sem bæði veiða þétt hallarislegasta sem hægt að hugsa sér. Hæja það? Hvað með Bobby Sox sem eru Eurovision mestara? Bobby Sox? Ha! Hvað kemur með næst? Ketil Stokkan? Hvað sæðu þú? Rúmeu. Hæðu? Það eina sem Íslendingar hafa gjört að vita í Eurovision að senda Jón Kjell, enda hann norðær. Ég man nú ekki betur en að norðmenn hafa einhvern veginn sendt Eirík Hauksson sem vel að merkja tónlistarlegt átkast frá Íslandi. Viltu hætta þessu? Við ægum Ísland, meira að segja Ingólfur Árnason, hann var norðmaður. Ole, það hefur kannski farið fram hjá þér að Íslendingar lýstu yfir sjálfstæði árið 1944. Það ekki marktakandi á því, einhverju ótíndiroskir væpamenn sem fría land og lýsa í sjálfstæði einhverju litlu ljótu skeri norðu í röðu raskati sem búið að daga niður í rót og að hjúga út í buskan undan löpparna máli. Slæðu mig! Æ! Ertu búinn að gleyma því að ég hún góður í júdóveinar? Nú, ég búinn að læra júdó núna. Ég tók það með í reikningin, Óli minn. Já, komðu ef þú þorir. Já, sjálfur hef ég nefnilega farið á námskeið. Í júdó? Nei, í meðferð skotvopna. Þú ætlar þó ekki að fara að skjóta mig, Ole Normansen, besta vininn. Hasta la vista, baby.